Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl og blessuð. Ég veit að mörg ykkar eru spennt að bíða þess hvort þær 3 konur sem að reyna mynda ríkisstjórn, hvort þeim takist ætlunarverkið. Og manni skilst að víða í samfélaginu sé fólk spennt sem hefur hagsmuna að gæta og félagasamtök og önnur slík eru náttúrulega þar á meðal og svona til þess að ræða þennan spenning og hvort vænta mætti einhverja breytinga með nýrri ríkisstjórn sem að myndu gagnast neytendum vel hef ég fengið hingað hér að rauðaborðinu Breka Karlsson, formann Neytendasamtakanna. Vertu velkomin. Takk fyrir. Ætli það skipti svona hinn almenna neytanda miklu máli hvers konar flokkar og fólk velst í ríkisstjórn á hverjum tíma? Að sjálfsögðu skiptir það máli. Ef við megum heldur ekki gleyma því að flestir hlutir gerast þrátt fyrir stjórnmálamenn en ekki fyrir tilstillið þeirra. Þannig en að því sögðu þá skiptir miklu máli hvað og hverjir veljast annað til starfa og hverjir og hver verða þarna í forsvari. Já. Og það eru mörg verkefni sem bíða nýra ríkisstjórnar. Já. Og ég sé til dæmis varðstaða gegn sérhagsmunum. Já. Það hlýtur að vera mikið mál. Við höfum séð bara sérhagsmunina vaða uppi og skrifa ný frumvörp milli umræðina á Alþingi og eins og frægt var á þessu ári. Já, í afurðastöðvamálinu. Já. Og það bara fyrir utan það að vera stjórnarskrárbrot, þá þetta bara aðför að lýðræðinu. Já. Ef sérhagsmunahópar geta vaðið uppi og ráðið í rauninni hvað samþykkt á Alþingi. Já. Og þá sjáum við það líka að aðstöðumunurinn gigantískur. Samkvæmt stjórnar samkvæmt skráningu á vef Alþingis eru 26 hagsmunaaðilar sem hagsmunaverðir. Já. 20 af þeim eru sérhagsmunaverðir, 4 eru hagsmunaverðir fólks sem notar heilbrigðisþjónustuna og 2 aðilar, hagsmunasamtök heimilanna og neytendasamtökin eru svona að gæta almannahagsmuna. Ertu þá að tala þingi sem var eða þingi sem Nei, við erum að tala núna bara þau samtök sem hafa áhrif á Alþingi, á störf Alþingis og eru svo kallar hagsmunaverðir eins og neytendasamtökin. Hjá sérhagsmunafélögunum starfa 188 starfsmenn, hjá neytendasamtökunum og hagsmunasamtökum heimilanna starfa 8. Já. Þannig að bara þar gigantískur munur og þeir eru allir að reyna að gæta hagsmuna sinna sérhagsmuna á meðan að við erum að reyna að gæta almannahagsmuna og standa vörð það og þarna hlýtur ný ríkisstjórn að þurfa að jafna þennan aðstöðumun hjá milli almannahagsmuna og sérhagsmuna. Já. Síðan eru við náttúrulega með raforkuverð. Það mikið í umræðinu núna á undanförnu og hefur hækkað, mun hækka mjög mikið miðað við þær spár sem eru uppi. Og þar þarf að mynda varðstöðu í kringum heimilin. Já, sumir segja að raforka til íslenskra heimila eigi bara að vera ókeypis. Það alveg sjónarmið og það mætti hugsa sér það að meðal heimili notar 5.000 kílóvattstundir á ári. Og það mætti alveg hugsa sér að það væri gefins og síðan borgar fólk sem nota meiri raforku en meðalheimili borgar það þá fyrir það. Já, og með því gæti þá kannski skapast aukin sátt vegna þess að þessi orkustefna í Íslendinga er náttúrulega gríðarlega umdeilt. Algjörlega. Nei, og við göngum ekki svo langt hjá Neytendasamtökunum. Við höfum lagt á til að það verði sett arðsemisþak. Við erum með arðsemisþak á sölu á köldu vatni og heitu vatni og á meira þess að flutningi raforku. Já.
frá 2 og upp í 7% og við teljum að eitthvað slíkt eigi við raforkusölu til heimila líka. Já. Að við borgum, þannig að við förum ekki að sóa orkunni, það algjör óþarfi og gott að koma í veg fyrir það, en að raforka verði seld á kostnaðarverði eða því sem næst. Já. Og síðan geta önnur geta fyrirtæki bara keppt sín á milli það sem eftir af því að neytendur á Íslandi, heimilin nota bara 4,6% af þeirri raforku sem framleidd. Einmitt. Það ekkert mikið og ætti ekkert að vera tiltöku mál fyrir raforku framleiðendur að annarkvort eins og þú leggur til að gefa heimilunum. Legg það ekki beint til en svona kasta því á borðið að maður heyrir þetta. En þetta mætti segja að væri einhvers konar mætti líta á sem einhvers konar afgjald fyrir notkun á sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar. Og frá byggingu Búrfellsvirkjunar hefur verið almenn þjóðarsátt að raforkuverð á Íslandi sé hlægilega lágt. Það nógu erfitt að búa hérna ef þó að raforkuverð fari ekki upp úr hæstu hæðum eins og virðist vera að gerast. Og þegar land býr við slíka náttúruauðlindir eins og við að við getum framleitt meira rafmagn og hausheldur en nokkur önnur þjóð, þá finnst mann náttúrulega eðlilegt að íbúarnir njóti þess. Algjörlega. En það það sem við leggjum til. Já. Og það eitthvað það sem ný ríkisstjórn verður að taka afstöðu til og hlýtur að koma og styðja okkur í þessari varðstöðu. Já, rafmagn okkur lífsnauðsynlegt, heitt vatn okkur lífsnauðsynlegt, einkum yfir veturinn. Andrúmsloftið okkur lífsnauðsynlegt, við þurfum súrefni og við þurfum neysluvatn. Einmitt. Og við þurfum líka húsnæði, við þurfum þak yfir höfuðið, annars bara deyjum við hér í kuldanum yfir veturinn. Og nú hefur húsnæðisþörfinni bara engan veginn verið svarað. Við vitum að þetta hefur ýtt undir fólksflótta ungra sem eldri út fyrir landsteinana, skilaboðin sem við höfum sendt unga fólkinu hrikaleg, bara að geta ekki keypt hér húsnæði og einu sinni eða valla leikt eða nokkuð það eitthvað svona sem að neytendasamtökin eru mjög spennt yfir núna þegar konurnar 3 valkyrjurnar að reyna að bræða nýja framtíð fyrir okkur, að það komi róttæk lausn í þessu? Vissulega eru húsnæðismál stór hluti af því sem þarf að leysa núna á næstunni. Neytendasamtökin svo sem ekki með neina sérstaka lausn eða stefnu í þeim málum en aðra en þá að vextir fasteignalána á Íslandi eru út úr kortinu. Algjör. Og við höfum oft bara borað okkur saman við Færeyjar og teljum að vextir á íslenskum fasteignalánum eigi að vera á pari við það sem að gerist í Færeyjum. Við biðum ekki meira. En undanförnum árum hafa vextir hér á landi verið 3-falt hærri heldur en í Færeyjum og það eitthvað sem eitthvað sem verður að laga. Það þýðir ekki að bjóða fólki upp á þetta. Ég á frændfólk sem við nám í Danmörku og hún barnshafandi og þau voru að velta fyrir sér að flytja heim en þau hættu við það eftir að hafa skoðað fasteignamarkaðinn hér og ætla sér að eiga barnið í Danmörku og þau munu örugglega ekki koma aftur. Nei. Og þetta bara synd, þetta tap fyrir okkur að fólk, þegar fólk snýr ekki tilbaka. Þú getur rétt ímyndað það, við erum kannski búin að mennta okkar besta fólk og hámennta það og það getur ekki snúið aftur. Eða þá að það bara fer út í heim til náms og bara velur aktíft önnur ríki sem að gera betur við það. En þarna komst inn á vextina en svo náttúrulega líka bara þetta lóða frambóð og það bara meiri húsbyggingar og allt það kannski ekki nema maður veit ekki að hve miklu leyti má vænta þess að ný stjórnvöld svona miðstýri ef við værum 2 sósíalistar að ræða saman þá myndum við
kannski bara tala fyrir því að ríki myndi bara sjálft byggja rosalega mikið húsnæði fyrir fólki sem vantaði. En það hefur kannski ekkert verið óbúslega mikið í tísku núna upp á síðkastið. En kannski þetta eitthvað að snúast sko. Í þeirri misskiptingu og hérna, er það svona eitthvað sem þú tilfinningu fyrir að við séum svona meira að velta fyrir okkur, hvað maður segja, miðstýrðum áætlunum? Ég veit ekki, ég bara ber ekki skinnbráð á það. Ég hef ekki, en vissulega er fólk að velta fyrir sér að lífeyrissjóðir koma einhvern veginn að þessu að húsnæðismálum á sterkari hátt en neytendasamtökin sem slík hafa svo sem ekki eins og ég sagði á hann sko, neina lausnir eða stefnu í húsnæðismálum beint sko. Þetta er húsnæði kannski ekki beint neysla þó sé húsnæðisverð eða sé inn í neyslu vísitölunni þá sýnir sitt mörgum sitt hvað það sko. En hvað gæti ný ríkisstjórn gert til þess að losa fákeppnina sem hér? Við vitum að það hefur verið eitrað samband stjórnmála og viðskipta og sérhagsmuna og við vitum að það hefur legið inn í sumum valdaflokkum, það hefur legið mikil tengsl við markað sem að virðist bara vera skipt á milli útfæluna og það er mjög erfitt að brjótast inn á þessa markaði. Við höfum mörg dæmi það að það ætlaði einhver að reyna eitthvað og kemur nýr inn og annarkot hún einhvern veginn bolað burt eða þá hann keyptur upp og samkeppnin keypt burt og alltaf töpum við ég og þú, við neytendur. Almenningur vinnur eiginlega aldrei nein viðskiptastríð á Íslandi. Það alltaf þeir sem breiðustu bökin hérna hafa. Hvað sérðu fyrir þér, hvað tæki eða úrræði ef það væri pólitískur vilji fyrir því að minnka forréttindi viðskiptablokkana og hérna gera það sæmilegra fyrir almenning að lifa í þessu landi. Hvaða úrræði hafa stjórnvöld? Ég sé að samkeppni er þarna bara leikur lykil hlutverk í þessu. Við sjáum það til dæmis að sérhagsmunir vilja ekki hafa neina samkeppni því þeir vilja sitja einir að köttlunum. Já. Samanber til dæmis hérna hvernig hefur verið vegið að samkeppnisyfirvöldum í opinberu umræðu undanfarið nákvæmlega og við sjáum líka innkoma prís inn á matvörumarkað hérna á Reykjavík sem hefur reyndar haft áhrif líka á hina verslanirnar sem starfa út á landi þannig að sko og við getum bara reynt að skapa hérna aðstæður það sem samkeppni fær að ríkja eins mikil samkeppni og hægt er á þeim sviðum þar sem þau verður komið við, til dæmis á raforkumarkaði. Það er engin önnur vara sem við getum keypt í staðinn þannig að hérna við erum að tala frumvarssmíði sem að tryggir þetta. Já, til dæmis mætti byrja á því að afnema tolla á matvörum og í staðinn koma upp með beina styrki til bænda þannig að bændur geta þá framleitt vörur sem neytendur kalla eftir en ekki vörur sem milliliðir kalla eftir. Við þekkjum dæmi það að áður en að Costco kemur á markað þá var ekki hægt að fá kjöt af ákveðnum skurði en svo kemur Costco á markað og mikil eftirspurn eftir þeim skurði og þá allt í einu verður það vinsælasta kjötið. Þannig að við sjáum að uppsprettan af þessu öllu bæði með eldsneytisverð þegar Costco kemur á markað með matvöruverð þegar að prís kemur á markað þegar Atlansolía heldur innreið sína á Akureyri það var allt í einu lægsta bensínverðið á Akureyri á landinu þannig að samkeppni, því meiri samkeppni því meiri nýsköpun því meiri því lægra verð því betri þjónusta og þar öllum til góða á meðan að tollmúrar og reyna að múra okkur inni það mun bara leiða til miklu og leiðindar. Já, þannig að sko bæði svona tónn stjórnvalda ríkisstjórnarinnar, viðhorf ríkisstjórnarinnar til þessara mála sem að náttúrulega bara þessi úrræði sem að meiri hlutinn Alþingi hefur frumvarssmíði það skiptir
virkilega miklu máli hverjir stjórna. Það ekki eins og þetta sé eitthvað svona bara freðin fasti hérna þetta samfélag. Nei, það það sem stjórnvöld eiga að gera, ríkisstjórn og alþingi á að skapa umgjörð sem við hinn skapa leikreglunar og lögin sem við hinn förum eftir. Og auðvitað skiptir máli hvernig sú umgjörð er búin til og hvaða sjónarmið fá að ráða við þá gerð, hvort það eru sérhagsmuna sjónarmiðin eða almannahagsmuna sjónarmiðin. Já, en nú virðist mér sem leikmanni, blaðamanni og rithöfundi að íslenska bankakerfið sé svona eins og einhver eyja og það sé mjög erfitt að koma böndum á það og þar sko þessi hugsun, þessi samfélagslega ábyrgð og að þetta sé svona nálægt hagsmunum almennings. Ég sé ekki betur en þetta sé allt horfið. Mér finnst þetta að vera einingar, einingar, mjög valdamiklar stofnanir sem að eru svo ósvífnar í að hugsa ekki neitt annað en eigin gróða og hvaða sko viðurstyggilegur munur útlána og innlána ekkert nema hroki og andstyggilegheit leyfi ég mun bara segja eftir síðustu stýrivaxtalækkun Seðlabankans, ósvífni að svara því með vaxtahækkun og segja við þurfum að gera það. Þetta ekkert annað en fákeppni. Mér liggur við að segja þessi skipulögðu glæpamennska en ég ætla ekki að gera það. Hvernig hægt að koma böndum á það hvernig meiri segja ríkisbankin okkar, sá sem alfarið í okkar eigu, virðist í raun ekkert skárri heldur en hinni bankan? Hvað geta stjórnvöld gert til þess? Sko, við náttúrulega höfum það sem kemur okkur til varnar í þessu sem áhugavert Evrópu tilskipanir sem við höfum leitt í lög til dæmis lánaskilmála eins og hvað var það breytilega vexti við teljum að neytendasamtökin telja að bankarnir eru að fara á svig við lög þegar kemur að breytilegum vöxtum og skilmálum lána með breytilegum vöxtum. Þess vegna stemtum í þessi köllum vaxtamálið. Þar tryggja Evrópu tilskipanir lágmarksréttindi neytenda en ef við horfum til héraðsdóms þá vill héraðsdómur túlka þetta á héraðsdómur Reykjanes, við höfum eftir að sjá hvað héraðsdómur Reykjavíkur gerir túlkar hann þetta á þann hátt að ein aukasetning í greinagerð með lögunum trompi allan vilja stjórnvalda til að verja neytendur og að ein aukasetning trompi anda lagan. Já, í raun. Já, ertu að segja það? Ég er að segja það. Og héraðsdómur segir, það kemst að þeirri niðurstöðu að bönkunum sem heimilt nánast að breyta vöxtum að eigin vild og geta verið með alls konar það sem meðal annars hefur áhrif á vexti hitt og þetta og svo geta þau bara pikkað út og hækkað vexti þegar að stýrivextir lækka og eins og nefndir áðan þarna héraðsdómur að segja að íslensk stjórnvöld hafi innleitt og alþingi hafi innleitt á rangan hátt þessa Evróputilskipun sem þýðir það að í stað þess að bankarnir þurfa að endurgreiða viðskiptavinum sínum oftekna vexti þá ríkið orðið skaðabótaskylt og neytendur munu fara í skaðabótamál við ríkið í staðinn fyrir að bankarnir greiða tilbaka. Þetta er náttúrulega stórkostlegt klúður stórkostlegt og ef þetta er niðurstaðan þá er þetta stór tjón fyrir ríkið og samfélagið og sem neytendum raunni skattgreiðendum er gert að borga en ekki eigendum bankana. Hugsaður. Og þetta aftur, þetta kemur að því að annarkvort
hafa sérhagsmunaöflin komist inn í að skrifa þessa aukasetningu í greinagerðina með þessum lögum. Já, eins og búvörulagafrumvarpinu. Eins og í búvörulagafrumvarpinu til þess að bara frami skemmdarverk á lögunum. Eða að það hafi verið stórkostleg vangá þegar að lögin voru samþykkt á Alþingi. Nema hvort ekki sé. Einmitt. En finnst þér ekki Breki, af því ég nefndi Landsbankann áðan, að sko finnst þér ekki eðlilegt að þar sé mörkuð einhver stefna sem sé aðeins geðfylltari, þar sem bankinn allur í eigu almennings? Vissulega náttúrulega hlýtur að vera einhver eigandastefna og ef það ekki eigandastefna þá stefna eigandans sú sem stjórnendur bankans framfylgja. Þannig að ef að það ekki skýr stefna, þá sú stefna sem í gangi stefna eigandans. Þannig að ég segi bara að það víst til stefna þó hún sé ekki skrifuð. Já. Þá það sú stefna sem framfylgt. Já, og skilaboðin til almennings af því að það hefur orðið svo mikið tjón á trausti og við upplifum svo mörg sem að bara þessa skefjalausu græðgi, innihaldslausa græðgi, þar sem límið úr samfélagin og traust til stofnana ríkisins bara á hröðu undanhaldi. Þetta náttúrulega skiptir alla aðila, ekki síst stærstu fyrirtækin á Íslandi mjög miklu máli að þessi traust á milli almennings og þeirra, annað ekki sjálfbært. Og ef það væri náttúrulega að því að EFTA-dómstóllinn búin í þessu málið bankana búin að segja, það á að túlka Evrópulöggjöfina svona. Ef það væri ef bankarnir væri nú hvernig á ég orða sniðugir, þá myndu þeir náttúrulega breyta sínum og breyta sínum skilmálum til samræmis við anda lagana, anda tilskipunarinnar og til samræmis við það sem gengur og gerist í Evrópu og þau lög og þær reglur sem við á evrópska efnahagssvæðinu leikum eftir. Já. Það á ekki að vera einhver sér íslenskar aðstæður sem heimila bönkunum eitthvað meira heldur en annars staðar. Það bara, að mínum mati fásinna. Já. Skulum aðeins tala jólin sem framundan eru. Það hefur orðið umræða verðhækkanir og það hefur líka orðið umræða að eftir áramót sé vona á jafnvel hrinu verðhækkana. Maður veltir í fyrir sér hvort þetta einhvers svona áróðursbragð eða hvað það Ég tek eftir að kollegi minn Atli Þór Fandal, hann segir hún nú ekki upp á marga fiska neytenda blaðamennskan, þvílík krana blaðamennska. Hvað eru byrgjar og smásalar að gera til að tempra hækkanir? Hvert réttmæti hækkanna? Hvar í andskotanum fréttamennskan? Aldrei neitt annað gert en að reka upptökutæki framan í fólk. Og þar hann að tala eða leggja út af frétt Ríkisútvarpsins dýrtíð í kortunum. Og dýrtíðin í kortunum, ef hún að birtast okkur núna þegar fyrir jólin og í upphafi næsta árs, hún náttúrulega einhverja verstu fréttir sem við getum fengið vegna þess að við höfum núna hort á stýrivaxtalækkanir og við höfum svona heldur verið að venjast þeirri hugsun að verðbólga sé á niðurleið. Hvað þetta að segja? Þetta náttúrulega ekki fréttamennska því það fréttir þetta spáfréttir og mér finnst þetta gefa einmitt kolröng skilaboð. Það ekki? Og þetta ákveðið svona verið að heimila einhvern veginn að milliliðum heildsölum. Já, við erum að gefa það bara góða á það. Já, að hækka að vild. Og þetta stórhættuleg blaðamennska. Ég hefði viljað sjá til dæmis samanburð við spár í Danmörku því ég leitaði í gær og ég fann engar fréttir að matvöruverð væri að fara að hækka í Danmörku. Nei. Ég fann reyndar frétt af því að matvöruverð í Danmörku hefur hækkað 0,3% á árinu. Já.
hérna sem miklu mun minna heldur en hér á landi. Þrátt fyrir meint að fanga hækkun hráefnis sem tala kaffið og súkkulaðið og svona sem allir vita hefur hækkað. Já, og ég hefði viljað sjá til hvaða aðgerða verslanir væri að grípa. Já. Til þess að lækka vöruverð. Ég hefði viljað viðtöl við Birgja, við heildsalana, milliliðina. Hvað gera þeir til þess að lækka komið veg fyrir að þessu verður hent út í verðlagið. Og nota bene, margir Birgjar í eigu verslanakeðjanna, Haga og Festi. Akkurat. Þannig að og þeir eiga þarna bara alla línuna. Já. Og það ekkit þannig að þeim í lófa lagið að tala við hægri höndin tali við vinstri höndina og að þeir handsali þá að sleppa þessari mögulegu hækkun, því hún ekki orðin, mögulegu hækkun út og komið veg fyrir að sleppa henni út til neytenda. Þetta með eignarhaldi, það minnir líka á kjötmarkaðin að það þurfti að vernda innlendan markað þess að þeir með breytingum á búvörulögunum og svo eru þeir sjálfir mjög veigamiklir í innflutningi á kjöti. Langstærstu kaupendur innflutningsaðilar kjöts eru kaupfélag Skagfirðinga. Reyndar þá var bannaði félagsfundur kaupfélaginu að kaupa kjöt, þannig að það var bara stofnað eitthvað lepp fyrirtæki sem kaupir kjötið og flyttur það inn og KS kaupir það þarna framhjá, þannig að KS að vinna mjög mikið af innfluttu kjöti. Já. Þannig að það ekki verið að vernda íslenska bændur þar. 2 lýsingar sem kom upp í hugan eru ógeðslegt eða sturlað, en sko það engin það bara svo lítil umræða þetta. Ég held reyndar að ég hef orðið var við það að nú hef ég verið formaður neytendasamtökanna í 6 ár og mér finnst neytendavitund vera að stórlega batna. Það. Og ég finn það og við finnum það í okkar starfi að því að nú tölum við 8.000 manns á ári. Það eru 8.000 manns sem hafa samband við neytendasamtökin á ári. Við finnum það að vitund fólks að vakna og við finnum það að fólk lætur ekki bjóða sér þetta að eins og til dæmis að þessi gengið yfir það. Eins og til dæmis að eitt dæmi það að við erum að gagnrýna þessa blaðamennsku, þessa fréttamannsku. Til dæmis, en annað dæmi sem ég nefndi að í kringum þessa kaupgleði daga í nóvember höfum við alltaf fengið 10, 20, 30 ábendingar að verslanir hefðu verið að hækka verð bara til að lækka það á þessum dögum. Við fengum þrjár tilkynningar í ár og ég held að fólk að því að verslanirnar þær þora ekki lengur að gera þetta því að þær vita að það mun springa út á samfélagsmiðlum og verða þeim til mikils tjóns að leika einhverja leiki í kringum það. En við þurfum betur að fá fjölmiðlana í lið með almenningi vegna þess að það alveg rétt sem Atli Þór Fanndal segir þessa frétt og þú gagnrýnir þetta líka að þetta er kolvitlaus vinkill. Já, mér finnst það. Hort út frá því sjónarmiði að ekki síst blaðamennska almannaútvarpsins, hún á nú fyrst og fremst að endurspegla almannahagsmuni. Já, og ég hefði viljað sjá einmitt Ríkisútvarpið gera samanburð á stöðun á Norðurlöndum. Það nú heimanntökin þar, það eru í norrænu samstarfi. Já, en það þessi lotning fyrir auðvaldinu, lotning fyrir bóunum, krimmunum sem að eiga landið og miðin. Eða eitt vandamál nú er að náttúrulega eins og þú kannski veist að blaðamennska er hverfult starf. Já, mjög. Og því miður það þannig að það eru fáir sem virðast geta helga sig alfarið að því, gert það að ævistarfi og tekur mörg ár að komast inn í hluti og mörg ár að
sjá í gegnum svona fréttatilkynningar. En það bætir ekki úr skák að þú ætlar að grafa undan sko eintaki starfsins með því hvernig þú vinnu þeim. Nei, en á móti kemur líka sko, þú veist þarna Ríkisútvarpið var að missa 2 góða fréttamenn núna bara í síðustu viku til annara starfa, þannig að þetta er ekkert einfalt mál sko. Þetta er ekkert einfalt. En sko það er þetta viðhorf, ég vona að sko nýtt ár fær okkur viðhorf þar sem við tökum afstöðu með almenningi. Við tökum afstöðu með neytandanum. Við verjum hagsmuni litlamannsins og við erum aktíft í því að veita öflunum aðhald. Vegna þess að það mér finnst vera runnin upp svo mikil ögustund í þeim efnum. Algjörlega, og ég ber mikla trú og mikla von í brjósti að sáttmáli nýrrar ríkisstjórnar muni innifela það að hún líti frekar til almannahagsmuna heldur en sérhagsmuna og allan að verður sáttmálin lúslesin á skrifstofu Neytendasamtakanna með það fyrir hugum. Mjög gott. Breki, þakka þér kærlega fyrir komuna og ég óska þér gleðilegra jóla. Takk sömuleiðis. Og ég ætla að segja það sama við ykkur, kæru áhorfendur og hlustendur. Ég óska ykkur gleðilegra jóla. Þetta verður mitt síðasta innslag á þessu ári. Þakka ykkur kærlega fyrir alla þessa nærandi samveru sem ég hef átt með ykkur allt þetta ár. Hófstörf hér á samstöðinni í ársbyrjun 2024 og ég er ekki hættur. Sjáumst aftur á nýju ári. Verið sæl. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.